Já, góðan daginn. Heyrist í þessu að þetta var ferðarinnar virði að rölta þarna aftur í salinn. Heyrðu, ég ætla að rétt að nota næstu 25-30 mínúturnar í því að tala framúrskarandi vinnustæði og bara alveg róleg, ég ætla ekki að eyða tímanum í að tala Advania. Það væri aðeins of mikið og þannig að við ætlum að taka þetta í pínulítið aðra átt. Langaði eiginlega bara að byrja hérna. Þetta sonur minn Daniel. Hann kom heim í fyrra með verkefni úr skólanum sem að fólst í því að hann átti að svara spurningunni mig dreymir að verða. Og þetta náttúrulega draumaverkefni fyrir foreldra að hjálpa börnunum sínum í því að ákveða hvað þau vilja verða þegar þau eru orðin stór. Og þetta náttúrulega sérstaklega skemmtilegu draumur fyrir sálfræðimenntaða mannin sem hefur eytt sínum karriér í það að hjálpa fólki að svona átta sig á því sjálfu og velta fyrir sér hvernig það getur náð markmiðum sínum. Þannig ég hugsaði mig gott í glóðarinnar, settist við eldhúsborðið og fór að ræða máli við 8 ára drenginn og það var náttúrulega fátt svör. Hvað langaði að verða, Daniel? Ég veit það ekki. Ok, þá fer maður í dettum að bara, í þetta gamla mót, hvað með lögga? Ok, pínu svona outdated, en hann bara, nei, engan áhuga á því. Slökkviliðsmaður? Nei, engan áhuga á því. Og þá fer maður að hugsa, nei, ég er nú kannski bara allur fastur í þessum gender stereotyping hérna. Hvað með það að vera bara flugþjónn? Nei, engan áhuga á því. Svo bara, samtalið var það eiginlega ekkert árangsríkara en þetta, var það eiginlega ekkert betra en þetta. Þá til allt í einu kveiknar lítið ljós, vitið hvernig þetta gerist svona litla andliti lifnar við og sjáöldurinn í augunum stækka og hann segir, ég veit. Ok, við erum að nálgast þetta. Googlum það. Ok, og hvað gerir maður þá? Jú, maður googlar drauma sína. En við googluðum það. Og bara, ok, maður verður að vinna með það sem maður fær. Þetta var eina haldreipið í þessu samtali. Maður verður að vinna með þær upplýsingar sem mann eru skaffaðar. Og við googluðum þetta og googluðum þá í raun og veru. Hvar er best að vinna? Sjálfsögðu gerðum við þá ensku. Það er lítið á því að græða að slá þessu inn í Google-leitavélina á Íslandi. Og hvað kom í ljós? Google. Honum fannst þetta jafn fyndið ykkur. Og alveg brjálæðislega fyndið, og ég held að sé ekki búin að jafna sig á þessu ennþá. Og náttúrulega leit á þetta sem þetta er svona fyrsta staðfestingin á þessu alheims samsæri kommersialismans. Google hefði náttúrulega bara riggað þetta. En ok, við kláruðum þetta verkefni og hann dreymir að vinna hjá Google, það er fínt. Og en hins vegar er þessi listi sem kemur upp, að það er eitthvað á bakvið þetta. Þetta er könnun sem er gerð af Fortune tímaritinu á hverju einasta ári og í samstarfi við stofnun sem heitir Great Place to Work. Og það sem er áhugavert við þennan lista er að það eru svona lík fyrirtæki sem að raða sér þarna í efstu sætin. Ef maður fer aðeins ofan í þetta, þá eru þetta upplýsingatæknifyrirtæki. Þetta er mikið af einhverjum ráðgjafafyrirtækjum og slíku. SAS Institute var lengi vel alltaf á efsta sætinu þarna. En Google hefur trónt á toppnum þarna núna síðustu ár og eru efstir þetta árið líka víst. Og þá fer maður að velta fyrir sig, hvað er það sem þeir eru að gera? Pælum bara aðeins í því. Konungur fríðindana er það fyrsta sem kemur upp þegar þú fer að velta fyrir þér. Hvað gerir Google að frábærum vinnustað? King of Perks kemur fljótlega þar á eftir. Og þá fyrir maður, ok, hvaða perks eru þetta? Jú, þeir bjóða upp á outdoor fitness. Þú getur æftið undir berum himni, þetta væri frábært á Íslandi. En reyndar eru þeir með einhverja keilusali og einhverja recreation inni og allt þetta. Það er eitthvað þetta segir okkur eitthvað kúltúrinn. Þeir eru með framúrskarandi mat. Reyndar er hann ekki ókeypis, en það eru freistingar allstaðar, þannig að það er sjálfsagt ágætt að þeir eru með þetta outdoor fitness þarna líka.
Þú getur látið customisera borðið þitt. Ég veit ekki af hverju þið fóru ekki þá leið að hafa þið bara upphækkanleg, en þú sem sagt mætir í einhverja mælingu og þú fær bara rétta hæð á borði. Ég skildi ekki, en allavega, þetta er það sem er í boði. Þetta fannst mér eiginlega flottast. Niðurgreiddur fiskur. Þannig að þeir eru búin að semja einhvern togara þarna úti fyrir strendur Kaliforníu. Þetta er nú sjálfsög ekki allstaðar, heldur sé ekki á Írlandi til dæmis, en allavega þarna í Kaliforníu, þar sem þeir eru með stóra starfsstöð, að þar eru þeir búin að semja við einhvern togara sem að veiðir fisk, pakkar honum og þú ferð og nærði hann bara á heimleiðinni, bara kippir honum með úr kælinum. Þegar svo kíkir fræga fólki í heimsókn þegar það á leið hjá, svo gefa þeir svona frítt Android-dót, eða svona, þú veist, kannski samt bara í jólagjöf og svo leiðis. Og svo eru þeir á amerískan mælikvarða baby friendly, þannig að konur þær fá alveg 18 vikur í fæðingarorlof og meiri segja feður fá jafnvel, ef þeir eru heppnir, 12 vikur. Þannig og þetta er meira heldur en krafist er af samkvæmt lögum í Ameríku. Og hvað segir, er þetta ekki bara málið? Erum við ekki bara með þetta? Erum við ekki bara að kópera þetta? Förum og gerum þetta og þá er þetta bara komið. Ef maður fer að horfa yfir listan, og þetta er það sem kemst í blöðin, þetta er það sem er skrifað þá er þetta, líkamsrækt undir berum himni, keilusalur, borðtennis, gott mötuneyti, upphækkanleg borð, niðurgreiddur fiskur, heimsóknir frá fræga fólkinu, gems í jólagjöf og 18 vikna fæðingarorlof. Á skandinavískan mælikvarða er þetta bara ekkert spes. En það nokkuð. Það er svona langflestir hérna sem geta tikkað í öll boksin nema niðurgreidda fiskinn. Svo getum við deilt það hvort hann er niðurgreiddur eða ekki. En allavega, þá er örugglega eitthvað meira þarna. Það er ekki ólíklegt að það þurfi eitthvað aðeins meira til heldur en akkurat þetta. Og punkturinn er eiginlega bara sá að það er ekki endilega svona þessi ytri umgjörð og allt þetta, að það er líklega ekki það sem að býr til framúrskarandi vinnustað, því þá verður Skandinavía bara búin að rústa þessum lista. Það var ekkert fyrirtæki í Ameríku með 18 vikna fæðingarorlof og stæri sig af því að taka okkur í nefið. Förum aðeins í fræðin, vegna þess að ef maður fer aðeins að pæla í þessu, bara ok, hvað er það þá? Að þá kemur upp í hugan gömul og góð kenning starfsánægju, og þetta verður ekkert mikið fræðilegt, þetta er allt í lagi, sko, að sem eiginlega kjarninn í henni felst, er eiginlega þessi, ánægja felst ekki í því að vera laus við óánægju. Okay, það er kannski aðeins að ná utan þessa hugsun, en ímyndum okkur að við getum mælt starfsánægju á einhverjum svona kvarða, og við erum ofta að gera þetta, við erum að senda kannanir á okkar starfsfólk og spyrja það og spyrja honum úr hvernig líður þér í vinnunni og allt þetta, gott og gilt. Það eru ekki, punkturinn með þessu, sömu þættir sem að búa til ánægju og skapa óánægju. Þannig að ef að við höfum allt þetta ytra umhverfi í lagi, ok, við borgum þokkaleg laun, við erum með sæmilega vinnuaðstöðu, fríðindin eru bara fín, það er bara, þú veist, mötuneyti, það bara virkar og það er bara hitt og þetta svona í boði og annað, og aðbúnaður, hann stenst bara svona okkar svona eðlilegu kröfur, öryggismál, þau eru öll saman í lagi, þá er þetta ekki uppskriftin að því að vera með frábærlega ánægt starfsfólk. Því þetta kemur okkur upp af hlutlausa svæðinu. Það kemur okkur upp á þann stað að fólk er ekki að kvarta yfir neinu. Það er enginn að fagna því sérstaklega þegar það fær vitneskju það að vinnuveitandi þeirra, hann borgar reglulega í lífeyrissjóð. Meira áttar, ég er rosa stoltur af mínu vinnustað því að hann gerir þetta. Ef þetta hins vegar klikkar, ef að vinnustaðurinn gleymir því, gott for bit, þá er ég rosalega óánægður. Ef ég fæ óvart rangt útborgað, ég er ekkert rosalega glaður þegar ég fæ rétt útborgað, ég er yfirleitt pínur súra því það er ekki nóg mikið, en allavega ég er ekkert rosalega glaður yfir því að fá rétt útborgað, en ef ég fæ rangt útborgað,
þá er ég óánægður. Þannig að þessir þættir, þeir geta búið til óánægju, en þeir skapa ekki endilega ánægju. Og hvað gerir maður þá? Ef maður ætlar að komast upp fyrir hlutlausa svæðið og búa til ánægju, þá fer maður að gera allt þetta erfiða. Hvatningin. Fæ ég skemmtileg verkefni? Er einhver sem ber umhyggju fyrir mig sem starfsmanni? Er einhver sem tekur eftir þeim árangri sem ég er að ná? Fæ ég þá ábyrgð sem að mér finnst ég ætti að fá? Er einhver sem hefur áhuga á því að ég sé að þróast í starfi? Er einhver sem kemur og spyr mér reglulega hvernig mér líður og hvetur mig og allt þetta? Því miður. Við þurfum að gera þetta líka. Er ekki nóg að haka í öll boxin og tjekka bara út öll fríðindin og segja bara, hey, við erum búin, við ættum að vera með rosalega ánægt starfsfólk. Það þarf meira til. Og ef maður googlar aðeins meira, ég ætlast ekki til þess að ég geti lesið þetta en bara svona til að sýna ykkur að það er hægt að googla þetta meira. Og ef maður fer að pæli því, hvað gerir Google að frábærum vinnustað, að þá kemur upp svona, þeir eru með massíft svona leadership program. Þeir eru með Google's Rules sem að birtar í New York Times í einhvern tíma fyrir 2-3 árum. Það sem er bara svona, þetta er það sem þú þarft að vera að hugsa kæri stjórnandi. Ef þú ert ekki að hugsa þetta, þá ert ekki að vinna vinnuna þína. Og bara ef við rennum bara snögglega yfir þetta, að þá áttu að horfa á sjálfan þig sem svona, þú ert þjálfari, það er að segja þú átt að leggja áherslu á endurgjöf, stuðning og allt þetta. Þú átt að veita umboð til athafna, sína áhuga og umhyggju og ekki vera að skræfa, það er að segja taktu á erfiðu málunum þegar þau koma upp, ekki vona þau leysist af sjálfu sér, hlustaðu, svo skaltu tjá þig, ekki bara tjá þig, stjórnendur gleyma þessu stundum, hjálpaðu fólki til við starfsþróun, vertu með stefnu og hreinu, vertu bara með á hreinu hvert fyrirtækið eða starfseiningin er að fara og miðlaðu því til þíns fólks. Og vertu svo tilbúin til að bretta sjálfur upp ermarnar, hoppa í skurðun og byrja að moka ef að þess þarf. Ekki vera þessi típa sem að, ég er stjórnandinn og þú ert starfsmaðurinn og þú þarf bara að græja þetta. Vertu með í liðinu. Og það sem að menn klikka oftast á, og þeir hafa komist að því líka, það er þetta þrennt þarna sem er þarna neðst, að þeir verða ekki hluti af hópnum. Það er að segja að þeir ná ekki einhvern veginn tengingu við þá sem eru í liðinu. Og það sem að reynist þeim sérstaklega erfitt er að þeir sýna ekki frumkvæði í starfsþróun sinna starfsmanna. Sýna ekki er ekki proaktífir þegar kemur að því að fara að ræða það hvert er þú að stefna kæri starfsmann. Hvað ert þú að fara að gera? Hvernig get ég hjálpa þér að vera betri í þínum verkefnum? Og svona hitt, verja of litlum tíma í stjórnun og samskipti. Menn verða svona fagidjótar. Þeir eru besti tæknimaðurinn og hann einhvern veginn fær aldrei tíman til þess að sinna stjórnunin vegna þess að hann er upptekinn ennþá í því að vera besti tæknimaðurinn. Þannig að þetta er svona það sem að skilar Google í alvörunni á toppin á þessum lista. Það er verið að spyrja starfsfólk, það er ekki verið að spyrja toppana þar, þá myndir náttúrulega allir vilja vera eftir. Það er þetta sem skilar þeim árangri, ekki allt hitt. Það er ágætis umgjörð, það segir okkur eitthvað kúltúrin, þetta er svona frjálslegu vinnustaður og það má hafa gaman og það er gleði og allt þetta. Segir okkur eitthvað kúltúrin og þetta er mikilvægt skilaboð, en það sem skilar árangri er þetta . Og í raun og veru, ef maður fer að hugleiða þetta, að þá er þetta afskaplega einföld virðiskeðja, að nánast í sama í hvað rekstri þú ert, og af því að ég kem nú svona mannusmegin lífinu að þessu, að þá, þú ert með fólk sem er ánægt í vinnunni, það veitir góða þjónustu sem skapar viðskiptatryggð, það eykur framleiðni og allt þetta, og voilà, það verður aukin árangur. Þetta er ekkert flóknar en þetta. Þá er það í raun og veru bara spurningin, ok, við getum varið tímanum í það sem er í miðjunni og við þurfum sjálfsögðu að gera það. Við verðum líka að horfa á það sem er grundvöllurinn að þessu öllu saman. Þetta er náttúrulega sérstaklega mikilvægt í tæknigeiranum, það sem við erum að vinna með, við erum bara að fá fólk lánað. Við erum bara að fá heilabúið á fjölda fólks lánað í smá stund til þess
að fá að nýta það þá þekkingu sem það hefur. Það hollt að horfa á þetta þannig. Hugsum þá aðeins út frá þessum hlutverki mannustjórnunar í öllu þessu. Finnst ágætt að horfa á hana svona. Með eitthvað sem það eru einhverjir ferlar og það er eitthvað fólk. Svo erum við með eitthvað sem þarna efst uppi, framtíðin, hvert erum við að fara og svo bara þessi dagsdaglega vinna. Bara þessi rekstur. Og þá er það ef við erum að horfa á ferla pluss framtíðina, þá er það hlutverk mannustjórnunar til að styðja við reksturinn með þeim hætti að það er þetta stefnumótandi hlutverk. Mannustmálin er sett í samhengi við stefnum markmið fyrirtækisins. Þetta er okkar svona people-strategía, það er svona sem við komum fram við fólk og annað. Svo er það þessi breytingastjórnun, þegar við erum að gera breytingar þá sé þeim stýrt, við erum proaktív í þeim, við bregðumst ekki endilega bara alltaf við, heldur erum við fyrir til og stýrum breytingunum. Og svo er það þessi fjórðungur sem fólkið og þessi dagstæðlega vinnur og það er auðvitað bara að skaffa vinnustaðnum nauðsynlegt vinnuafl. Það eru ráðningarnar og það er frammistöðumatið og allir þessir hlutir. Og svo er það bara þessi grunnkerfi og þau séu bara í lagi. Þetta er bara vél sem að slæðir ekki feilpúst, þetta bara virkar. Svo við hugsaum þetta aðeins að út frá þessum hlutverkum að ef að þetta er ekki í lagi, ef grunnurinn er ekki almennilegur, þá fer bara allt í vitleysu. Mannustjórinn mun aldrei komast upp úr þessu fari ef að þetta er ekki vel slípað og almennilega ferlað. Þar af leiðandi verður að einbeita sér að því að laga þetta og græja þetta og gera þetta vel. Ef hins vegar þetta er gert vel, efri hlutin af þessu, það sem varðar stefnumótunina og framtíðarsýnina og allt þetta, að þá getur skapa fyrirtækinu samkeppnisforskot. Með því að búa þeir til einhverja reglur fyrir stjórnendur, reglurinn að gæsalappa, stjórnendur fara aldrei eftir reglum, það er alltaf mín reynsla, en allavega leiðbeiningar eða guidelines eða eitthvað álíka, einhver tilmæli það hvernig er best að haga sér og hvernig er best að nálgast hlutina, reynt að ná aðeins undir skinnið á mönnum og fengið á til þess að akta í samræmi við það sem við vorum að tala áðan. Það er að segja styðja undir vöxt og þroska starfsmanna. Eru þið með? Fólk hér eflaust er frá vinnustöðum sem eru af misjafni stærð. Við erum Advani er 600 manna vinnustaður hér á Íslandi og þá getur maður að já, ok, þú veist, allt þetta mannauðsdæmi allt saman, hvaða flokk eigum að setja þetta í? Er þetta ekki bara eitthvað svona sem að stórfyrirtæki geta gert? Þarf þetta ekki bara einhverja massífa svona deild og það er ekki fullt af fólki og annað og þarf ekki bara svona svolítið stöndu að stærða fyrirtæki til þess að sinna þessu. Það má vel vera, ef maður velti því fyrir sér að fara að búa til einhvers konar stöðu eða deild eða eitthvað álíka, að þannig sé það. Svona rannsóknir sem hafa verið gerða segja okkur það að svona þegar fyrirtæki eru komin upp í svona 80 til 100 manns að þá er svona þörf á því að fara að taka þetta til hliðar og segja, heyrðu, hér þarf einhver 1 eða 2 eða 3, vonandi ekki mikið fleiri, að bera ábyrgð á þessum málaflokki. En fram að þeim tíma eru verkefnin ennþá til staðar. Það þarf að greiða fólki laun, það þarf að halda utan orlof og veikindi, það þarf að ráði nýtt fólk. Það þarf að segja starfslok og það þarf að taka á móti nýju fólki, það þarf að þjálfa fólkið og það þarf að gera og græja. Þannig að verkefnin, þau fara aldrei neitt. Þau lenda þá oftast á borðinu hjá annars vegar framkvæmdastjóra eða þá fjármálastjóra eða eitthvað álíka, gæðastjóra ef hann er til staðar. En verkefnin eru þarna og það þarf að ramma þau inn og það þarf að sinna þeim. Þannig að maður hugsa svo aðeins lengur það að svona þessi nútíma mannustjórnun, hún er svolítið svona, skilaboðin eru svolítið þessi, komum þessu bara í hendurnar á stjórnendunum. Förum að reynum að láta þetta apparat virka eins og þessi lítið fyrirtæki. Þetta er svo skemmtilegt, það fer allt í einhvern hring og jafnvel bara hrærigraut.
Litlu fyrirtækin segja, heyrðu, okkur vantar hérna svona eitthvað utanumhald þetta. Stóru fyrirtækin segja, heyrðu, það er bara flott ef stjórnendurnir gætu bara græja þetta. Og það er í raun og veru það sem að mannauðsstjórar, mannauðsdeildir eru að keppast við. Þau eru að reyna að koma þessum verkefnum sem mest í hendurnar á stjórnendum. Þar er þeim best við haldið. Það þarf auðvitað fullt af guidance og það þarf fullt af skipulagningu, það þarf fullt af fræðslu og það þarf að gera fullt til þess að ná þessum markmiði. Og hugsa það aðeins það, ég fór svona að huglega þetta, topp 5 atriði, að þú ert í litlu að meðalstóru fyrirtæki, hvað er svona þetta topp 5 sem þú ættir að vera að velta fyrir þér? Fyrsta lagi, og það gildir alveg sama hvar þú ert, þetta er að vanda ráðningar. Annarkvort besta ákvörðun sem þú tekur eða svo versta. Það er rosalega lítið þarna á milli. Það er rosalega fáið sem eru bara svona, já, þetta er alltaf lagi. Þetta getur verið það allra besta sem þú gerir fyrir þinn vinnustað, það er að ráða inn akkurat réttu manneskjuna á réttum tímapunkti. Búðu svo til formlegan vettvang til að tala um frammistöðu. Það er allt annað að setjast niður með sínu stjórnanda og ræða eitthvað sem er skilgreint, einhverju skilgreinda árangursmælikvarða í þínu starfi, heldur en bara það að setjast á kaffihús og spjalla. Þetta er bara gjörólíkt. Og þó að vinnustæðan sé 20 manns eða eitthvað álíka og allir rosalega frendli og góði vinir og verður pínu skrítið að setjast niður svona formlega og ræðum frammistöðu, þá er það nauðsynlegt. Því það er hún sem skilar okkur árangurinn. Nú svo þetta þáttaka starfsfólk, gefa fólki, og það gildir alveg saman hvort þú stór eða lítill, gefa fólki tækifæri til þess að taka þátt í mótun. Vandamál leysast ekki af sjálfu sér. Það er ótrúlega að fá vandamál sem eru þess eðlis að þau bara gufa bara upp. Það þarf yfirleitt að stíga inn og það þarf að klára þau. Það þarf að fara inn í mál og það er erfitt. Sumum finnst það jafnvel leiðilegt og þar af leiðandi, ef það er erfitt og leiðilegt, hvað gerum við þá? Forðumst það. Lögmál náttúrunnar. Við erum ekkert að sækjast eftir verkefni sem eru leiðileg og erfið. Það er alltaf mjög fáir. Það fólk er geymt einhvers staðar. Allavega þá verðum við að taka okkur tæki. Við erum að fara inn í erfiðu hlutina. Og svo í raun og veru þetta síðasta, að ekki vera óformlegur. Höfum þetta bara upp á borðum. Þú ert hér er ákveðin markmið með þínu starfi og við þurfum að ræða út frá því. Passa þessa vinavæðingu. Svona til þess að loka þessu, ég kom með gula spjaldi, að fríðindin, allt þetta, niðurgreiddi fiskurinn og upphækkanlegu borðin hjá Google og allt þetta er hluti af svona markasetningu, þetta er hluti af því að segja hverslags vinnustaður er þetta og er þar að leiðandi gríðarlega mikilvægt. Við vorum að tala samfélagsmiðlana áðan. Það segir heilmikið vinnustaðinn hvort þetta er bannað eða ekki. Það bara segir alveg fullt. Og mér finnst það alveg rannsóknarefni að menn vilji banna þetta, en ég ætla ekki að tala um það. Þannig að þessi hlunnindapakki, hann hjálpar til í allri markasetningu, hann hjálpar til við að laða að hæft fólk og hann hjálpar sjálfsögðu líka til við að halda í hæfa fólkið. En til þess að taka það alveg alla leið, að þá gerist það ekki nema með öflugu stjórnenduteymi. Því þar byrjar þetta og þar endar þetta. Og það er í raun og veru, þú þarft að skyggnast aðeins undir yfirborðið þegar þú ert að velta fyrir þig hvað gerir vinnustað framúrskarandi, hvað gerir hann frábæran, að þú endar oftast á því að það er af því að hér eru öflugir stjórnendur. Sorry. það er engin önnur lausn, það er ekki til neitt svona patent, engin töfrabrauð, það er ekkert svoleiðis sem að hjálpa þér að gera vinnustæðin frábæran. Þú getur eytt ótrúlegum peningum í það að gera, búa til keilubrautina og rennibrautina og ég veit ekki hvað og hvað, en það skilaði bara svo og svo langt. Ef þú hefur þetta ekki, að þá tekst ekki verkefnið. Takk fyrir. Ekki flýja. Einhver sem vil spyrja? Jú. 3 ár, tæp.
Nei, það er einmitt, Advani er einmitt undantekningin. Nei, ég var þar á 10 ár í ráðgjöf, þannig að ég er búin þekkt svo mörg fyrirtæki, sko. Nei, ég held þú vitir alveg hvað ég er að meina. Já. Já, við höfum við höfum lagt áherslu á svona, já, bara þjálfun og markþjálfun og svona reynum í raun og veru að svona klæðskera sniða sem mest að viðkomandi viðfangsefnum, því að þetta er ótrúlega margt sem að getur fallið þarna undir, þannig að við höfum svona einhvers slags svona almennan grunn til að standa á, þannig að svona, þú veist, hvernig viljum við að þú aktir, þannig að það gerist að sjálfsögðu bara gegnum fræðslustarf. Já, ok. Já. Það gengur bara misjafnlega. Þetta þú veist, þetta er ekki svona tasklistaverkefni þar sem að þú bara svona check, svo er þetta bara búið, heldur er þetta bara ongoing. Það kom upp svona ný viðfangsefni á hverjum einasta degi sem að gerir þetta náttúrulega gríðarlega skemmtilegt líka, fást við þetta. En ég var spurður að því einhvern tímann í byrjun ársins, hvað ætlar að gera öðruvísi í ár miðað við það hvað þú varst að gera í fyrra? Og ég þurfti nú að hugsa mig, ég lenti í sömu stöðu á Daniel, sonur minn, ég ætla að hætta að láta fólk koma mér óvart. Það er bara, og mér gengur það ekki, ég er búin að reyna að lifa eftir þessu í 1 mánuð og það er bara ekkert að virka, fólk er ennþá að koma mér óvart. En þetta er allavega good intention. Fleiri? Já. Einmitt. Já, nákvæmlega. Þetta er mjög, þetta er svona áleitin spurning, þetta gerist náttúrulega líka í stærri fyrirtækjum sem minni starfshópa og annað, að hvernig skiljum við orðið starfsþróun? Því að margir, ég veit ekki hvort þetta er bara eitthvað svona þýðingavesen, en það sem við eigum við er bara svona job development. Það er að segja, ertu að þroskast og þróast í þínu hlutverki. Þetta er ekki endilega starfsframi eða það breytum hlutverk eða eitthvað álíka, heldur færðu tækifæri til þess að gera svona það sem þú ert góður í á hverjum degi og færðu þá tækifæri líka til þess að vaksa á þeim stað. Það er í raun og veru og þetta er náttúrulega sum störf bjóða ekkert upp á rosalega margt þarna. Maður verður eiginlega bara svolítið að feysa það líka. Það er bara, ef þú ert starfsmaður í þjónustuveri, það er bara svo mikið sem þú getur bætt við þig. Ef þú ert starfsmaður sem ert að vinna í þróun á hugbúnaði, þá er möguleika mengið endalaust. Þannig að þú veist, það er náttúrulega líka að passa upp á það að væntingarnar og þetta lofur sem maður er að gefa starfsfólki, að sé svolítið í takt við hlutverkið. Þannig að ég á ekkert gott svar við þessu. Takk fyrir.